Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttin á þessum degi sem merkisdagur, held ég bara fyrir íslensku þjóðina, en það eru 100 ár liðin frá því að við konur fengum kosningarétt. Og í dag verður þemað svolítið þetta, eða tengt konum og horfum svolítið tilbaka. Við ætlum aðeins að fræðast hver fyrirmyndin þín. Við fáum Vigdísi Finnbogadóttur, fyrsta lýðræðiskjörna forseta veraldar, hvorki meira né minna í viðtal hjá okkur í þættinum. Við ætlum líka að fræðast bók sem kom út í dag fyrstu 20 kvenráðherra, eða 20 kvenráðherra, þær hafa nú reynda verið 26. Og það komið til okkar Edda og Sigrún, rithöfundar bókarinnar, og segja ykkur frá henni. Við ætlum líka að fá hljómsveitina Evu til okkar og taka lagið og ýmislegt. Já, ýmislegt. Við erum konar hérna með yndislega gesti til okkar. Upp á búnar konur, fallegar. Við þurfum nú aðeins að fá að vita hvað þið eru að brasa í dag. Já, það bara númer 1 að taka þátt í þessum hátíðahöldum og fagna. Og ég sé að þú hefur tekið það alla leið. Já, það þýðir ekkert annað. Þetta bara stór viðburður. Konur á Íslandi með kosningarétt í 100 ár. Og þótt að hljóma eins og þessi langur tími, þá 100 ár ekkert langur tími. 100 ár ekki langur tími. Ekki í sögulegu samfélagi. Nei, og það sem kannski brothættara hvað það auðvelt að taka réttin tilbaka. Já, og það bara eitt pennastrikk í rauninni. Já. Það nú vonum við sem það sé eitthvað í það. Já, ég það vona það líka, en það auðvelt. En flestir sem eiga þjóðbúning, þeir eiga eitthvað sögu. Hvaðan kemur þessi? Já, ég fékk hann bara í láni hjá góðri vinkonu í tilefni dagsins, en því hún ekki notan í dag, þá fannst mér bara að þessi búningu mætti ekki hanga inn í skáp. Hann að vera notaður. Byrjaðu nú að segja okkur frá þessu. Við fengum hérna með okkur bara props frá þér eiginlega. Já, þetta verkið mitt Strange Fruit sem unnið í tilefni af 100 ára kosningarétt kvenna. Þetta viskastykkja tréð með útsaumi á. Konur fengu bara að gera svona sparivinn á sunnudögum. Hérna í gamla daga, þær voru bara vinnukonur. Flestar, ekki allar. Og ávextinir, þessir kynja ávextir, þetta tákn fyrir konurnar. Þær réttindalausar og þær hanga hérna í þessu viskastykkja tré. Og þar sem að konur voru fyrir 100 árum réttindalausar. Jafnvel vinnukonur sem gátu ekki haldið börnunum sínum, börnum tekið frá þeim. Konur höfðu engan rétt. Og þetta svona, já, það minna svolítið á það. Og kannski í raun ekki bara konur, við sem betur fyrir höfum alltaf tekið ótrúlegum breytingum sem samfélag, því að þarna á þessum tíma voru við mannrétt vinnumenn líka að fá kosningarétt, og þetta voru hvað, konur bara eldri 40 ára? 45 ára. 45 ára, já. Og þetta snýst náttúrulega líka bara jafnræði og frelsi, ef allavega eins og maður sér þetta, og hversu mikið kraftur getur verið. Við vitum nú hvernig samfélag var hérna fyrir 100 árum síðan. Já, okkur sagt það, hvernig það var. Já, við vorum allavega ekki að glíma við að vera pirruð yfir að hafa ekki ljósleiðara. Það svo mikilvægt að við tökum ekki bara við fögnum í dag, heldur líka dætur okkar og synir. Já. Og náttúrulega feður og menn og allt það, við þurfum í rauninni öll að fagna, af því að í rauninni þá þurfum við að halda uppi þessari sögu okkar. Og af því að í rauninni fólk í dag eða krakkar, kynslóðurnar, yngri kynslóðurnar, þykja þetta sjálfsagt að við séum kosningarétt. En það var hart barist þessi mál og það ennþá víða veröld. Við erum náttúrulega bara forréttindafólk hér á Íslandi. En það svo mikilvægt að við tökum dætur okkar og syni og menn með inn í hátíðar. Það náttúrulega unga konur í dag fæddar eftir 75, þær þekkja kannski ekkert annað en það sem við erum búin að ná í dag. En þetta hefur svo sannlega ekki verið svona alltaf, og það sést á rótunum til dæmis á trénu. Já, það blóðugar ræturnar. Því séu það náttúrulega ekki Nei. En við tókum eftir því, og þetta snerti mann. Það sem í dag, finnst mér í umræðinu, það þetta launamisrétti sem ennþá. Það kannski það sem að unga fólkið tekur eftir. Guðrún, þú ert að gera ýmislegt annað en að fagna þessum degi. Það listasumar framundan á Akureyri. Já, hugsið hvað frábært að bærinn skuli hafa tekið svona vel í að endurvekja listasumar. Það bara allt og grúir. Ég hef eiginlega ekki undan að fylgjast með í rauninni, þannig afsakið ef það ekki komið. En það ofsalega margt í gangi og það alltaf bætast við.
nýjir viðburðir, fólk kemur og á leið hjá og... Hvað er svona heitast? Komdu með það. Ég skal koma. Það náttúrulega svindandi. Þú gleymir sýningur þinni. Já, svindandi. Hofi. Það eftir hátíðarhöldin niður á torgi, þá í Hofi sýningin svindandi, þar sem við erum 4 stelpur, glaðar stelpur sem eru með svindandi sýningu og fólk getur komið og máta sig í svundurnar. Þetta eru kvenlega sundur og svona, já, gleðsýning. Það er rosalega mikið myndlist og náttúrulega tónlist og það kemur sirkus í bæinn. Snorri Ásmundsson, hann ætlar að vera með tónleika í Deiglunni í kvöld. Hann einn sá besti tónlistarmaður sem sést hefur í áratugi að hans eigin sögn. En það verður dansarar með honum í kvöld í Deiglunni klukkan 9. Sirkusinn, það sirkus sem heitir Melodic Objects. Þau eru að vinna með, mikið með tónlist og geta verið hvar sem verða í íþróttahúsinu Laugagötu klukkan 2, ókeypis inn, en mögulega setja þau fram hattinn sinn. Þau verða líka kvöldið. Svo eru stórmerki viðburðir að gerast á Hjalteyri. Það opnaði sýning síðustu helgi sem ber yfirskriftina að bjarga heiminum. Og hann heitir Aðalsteinn Þórsson, listamaður sem býr út í Hollandi, sem forsprakki þessara sýningar. Þetta í rauninni listahátíð og það eru 70 mann sem taka þátt og það eru allir búnir að gera verk eða tengja verkin sín því að bjarga heiminum. Og það alveg rosalega upplifun að fara inn í verksmiðjuna, bara endilega komið. Það byrja hátíðahöld á morgun. Og taka kannski bara sundfötin með, það eiginlega skemmtilegur en að fara í pottinn á Hjalteyri. Potturinn var alveg maður kannski ekki segja frá hann í sjónvarpi, það er svona falið leyndamál. Það verður konsert, gjörningar og pallborð og það byrjar á morgun og endar á sunnudaginn, sem sagt. Þannig endilega komið. Eigum við ekki bara að fara að vinda okkur í næsta mál á dagskrá og fara kannski í auglýsingar og halda svo áfram með þáttinn eða hvað? Gerum það endilega. En fyrir auglýsingar, mér finnst það að taka lagið hérna. Já, þú meinar. Já. En þor ég, vil ég, get ég, já ég þori, get og